Heyrðu, velkomin í Alkast þvottahússins. Við erum hérna Gunnar Danvíum og Arnór Jónsson og Mikael Laclifi. Við erum sérst mættir með framhald af stóra UFO-þættinum. Áður við byrjum. Það eru sponsorar, það er Andri Æsland. Hætt að væla, komt að kæla. Hætt að væla, komt að kæla. Þetta er svona, þetta er miðstöð fyrir fólk sem að nennir ekki að vera í þjáningu lengur og vill komast í lausn. Núllstilla taugakerfið. Algjörlega með öndun, kælingu og gufa á leiðinni. Það er sem sagt Andri Æsland, Rauðgerði 25, fargufa.is, við þekkjum það. Ég fór í fargufuna hérna á fimmtudaginn. Já. Og í fyrsta skipti í litlavagnin út á Ægisíðu. Já, hann er geggjaður. Það var svolítið önnur stemming þar. Miklu heitara. Já, og svona öðruvísi hiti, hvernig einhvern veginn hitin svona kom til þín. Bara strax. Já, og svona alveg með bara offorsi. Já, svona upphafið á hverju lotu var eitthvað svo rosalega svona, hvað maður að segja, svona velkomandi. Já. Já, en þetta er svona, það er aðeins strengra. Já. Og svona púsluspil þegar fólk er að koma að fara. Já. Þetta gerir þetta líka svolítið skemmtilegt. Já, já. Allir eitthvað að klofa yfir hvern annan og svona. Já. En það er sérst fargufa.is, þið farið þangað inn, það er endar allt uppselt, þetta eru sjúklega vinsælt og þarna svona án gríns, það er allt bókað, bara nánast út febrúar. Já, en síðan náttúrulega, þú veist, ættu við náttúrulega alls ekkit og komum ekki til með að vera að tala um hérna samkeppnina. Nei. En sko, það er náttúrulega bara komin samkeppni. Já, líka. Já. Sem betur fer, því að, þú veist, ef það er engin samkeppni, þá færður bara engin plás. Já, já. Af því að þetta er alveg bara, þetta er bara nýja fótanutækið hérna. Já, þetta er svona eins og þegar sjósundi kom. Já, það var bara allir bara eitthvað með eitthvað kúta og hanska og skó. Já. Bara út í Nauthólsvík. Já, einmitt. Og nú er fólk hérna einmitt bara farið að kaupa sér tunnu og kerru og bara komið fyrirtæki. Já, nákvæmlega. Dregur þetta allan bæ. Já. Herðu, svo er það Gossip.d eða semst Betri dagar heitir það víst. Þeir eru með alls konar. Þeir eru með Ashwagandha sem ég nota, bústartestan. Þeir eru með síladítið líka sem ég nota og bústatestan. Þeir eru með öll vítamin og hágæða CBD. Ekki HGH samt. Því miður. Ég væri alveg til í að geta keypt mér HGH út í búð. Komin á þennan aldur. Er það? Er það grínast? Lítið út eins og Brad Pitt. Skilur við, bara, veist, ég á HGH inni. Ég þarf þess ekki fram að þessu því að ég er með síladítið og Ashwagandhan. En sko HGH býður handa með hotnið, ég finn það. Þú veist, er það ekki eitthvað sem að sko algjörlega rugglar í öllum svona orkubúskapnum í líkamannum? Sko, lykillinn er að smáskamta öllu. Þannig að ekki fáðu fullan skamta HGH, nú er ég bara svona tala svona því er athygli. Já. Fáðu bara smá. Pingu Pons. Eru smáskamta semst ekki bara fyrir litla kallmenn? Nei, smáskamtar fyrir alla. Það er alltaf bara eitthvað more is more, less is more í þessu samhengi. Sama með sveppin sem ég by the way tek líka en það er engin að sponsa okkur þar. Nei. En heyrðu, allavega, við erum með framhald af síðasta þætti sem að 1,5% þjóðarinnar horfði og hlustaði á. Fólk reynilega æsti þetta og við erum bara tveir hérna í góðum félagskap með honum Mikael hérna sem að kúrekaði yfir sig í desember með öðrum orðum, klæddur eins og kúreki í selskap, gekk út á svalir í teitinu og þegar hann gekk út á svalirnar þá voru þetta bara svalir með handriði allan hringinn nema hvað að þegar hann ætlaði að halla sér upp á handriðinu þá hafði eitthvað glitch átt sér stað í Matrixinu þannig að það var allt í nú komin tröppu niður og gat, sérst bara gat í handrið og tröppu niður, 8 metrar og gaurinn húrraði niður. Já. Þannig að hann er á leiðinni í uppskurð sem þýðir að við erum að taka upp þetta viðtal núna áður við missum hann í GIFs og VSN. Sem sagt, það er sunnudagurinn 12. janúar og við lofuðum framhaldi leið og meintir uppljóstrarar sem að Stephen Greer er búin að vera að tala ætli sérst að stíga fram, hafa talað miðjan janúar, þannig að við erum svona aðeins fyrr í því en svo heyrði ég líka orðróm í dag að þetta snýr svolítið að því að þeir munu stíga fram áður en að sko president-elect verður sem sagt
svarinn inn fyrir 20. Fyrir 20. Þannig að það sem við ætlum að gera núna, þú ætlar að fara aðeins yfir War of the Worlds, eða ekki? Já. Það dæmi allt saman og út frá því ætlum við að þræða okkur létti gegnum Roswell-atvikið 1947, yfir í Phoenix Lights 1997 og svo þaðan yfir í Bob Lazar. Og þetta eru mikilvægar svona meintar staðreyndir í einhverju svona sögulegu samhengi og hérna fýtt svona undirbúningur fyrir það sem koma skal og svo erum við bara stand-by þegar að þessir uppljóstrarar stíga fram, þá bara drögum við Mikael hérna inn í gifsinu og þrösum í annan þátt. Já. En, heyrðu, áður við byrjum þetta, þú ætlar að taka War of the Worlds. Já, sem byrjaði eiginlega bara í fargufunni á fimmtudaginn, einmitt. Já, við byrjum að ræða það. Já. Á ég ekki samt að fara yfir svona áður, bara taka 5 mínútur hérna í, sko, því málið við sendum henni þátt út og það, ég ætla nú ekki að segja ringdi, en það voru margir sem hlustuðu á þáttin sem höfðu samband og þökkuðu fyrir góðan þátt og hérna, sem sagt, töluðum að þau hefðu líka orðið vitni að hinn á þessu og skömmuðust inn fyrir að segja frá því og vildi ekki koma fram undir einu nafni, en komið með alls konar lýsingar. Svona nöttarar? Ég veit það ekki, en ég allavega með hérna, það sem sagt manneskja sem sendi mér skilaboð sem ég hef búin að vera í samskiptum við og hún vildi alls ekki koma undir nafni, en hún sem sagt sá flygildi og á Íslandi? Já, á Íslandi. Ég ætla að lesa það sem hún skrifaði mér. Okay. En meðan ég lesi þetta, þá munum við sjá mynd. Þetta sem sagt mynd sem hún málaði sjálf af því sem hún sá. Hún segir hér, sæll, hlustaði í morgun á þáttinum fljúgandi furðuhluti á myndband svipað sem ég tók 29. desember, semst síðastliðin, eins og sýndir í þættinum og svo sá ég stærðar far fyrir cirka 2 árum síðan. Náðu ekki að mynda það sem ég var að keyra frá Mosó meðfram Úlfarsfelli í myrkrinu eftir kvöldmat í desember, semst 2023. En ég teiknaði það upp fyrir mig til þess að muna, en fólk hefur engan áhuga á svona sögu og það fylgir svo mikil skömm þegar maður upplifir að vera dæmdur og svo leiðis og ég, sem sagt, þetta þarf alltaf að vera í nafnleynd, segir hún. Ég hef ekki drukkið, né hef verið á eiturlyfjum, sem sé bindindismanneskja, en örugglega hægt að tala mig niður eitthvað annað. Þetta með geimskip nánast eins eðlilegt ástand og óþarfi að tala Hvað þetta veit ég ekki, en öll sjáum við það samt. Það finnst mér merkilegt. Og svo segir hún hérna í skilabóðum sem ég fekk frá henni áðan. Þið semst sjáu þetta skip hérna, risastórt. Hún að keyra að kvöldi til, þetta í desember 2023. Hún að keyra frá Mosó og að koma að Úlfarsdalnum. Og þá sér hún hægra megin þetta risastóra flygildi með svona eins konar gluggum í gegnum og henni fannst eins og þú getur hort inn í það. Svo voru eins og 2 lítil ljós sem fóru inn í farið norðamegin og eftir það fór farið, hún horfði á þetta gerast því farið fór á miklum hraða í átt að Esjunni og hún sem sagt áðan var að keyra sömu leið og hún tók tíman á þeim stað sem hún sá farið og það sem hún var þegar hún sá það hverfa í átt að Esjunni svona og þetta voru 23 sekúndur og sem sagt nú það að horfa á myndbandið en hún segir hérna farið var samt miklu fallegra en kemur fram á myndinni eðlilega, svona eins og dökkt stál en þetta kemur bara frá venjulegum Íslending sem vill ekki koma fram undir nafni og hérna gaman að því. Já. Takk fyrir þetta og kannski í þessu samhengi, ég meina eigum við ekki að auglýsa eftir fleiri svona vitnisburðum og sögum endilega og ef fólk, talningi ef fólk með ljósmyndir eða vídeo, það alveg eða jafnvel bara teikningar eða málverk já og við erum líka tilbúin til að skoða að takin viðmælendur sem að hafa, hvað ég að segja sterkar reynslu, það verður bara metið að hverju sinni. Já, ég minna, þú veist taka svona örspjall eða ekki? Já.
Það hljóma vel. Heyrðu, War of the Worlds. Hvað, ég veit lítið þetta. Þetta ekki 56? Nei. Er þetta setna? Nei. Okay. Þetta miklu fyrr nefnilega. Ok. Já, sko, eftir þáttinn okkar hérna seinasta, að þá þarna bara fannst mér eiginlega bara skrítið, svona þegar þetta kom til mín, að þetta, þú veist, skildi ekki hafa verið hluti af umræðinu þá. En það kannski bara, þú veist, eins og þetta á að vera. Af því að þegar ég var þarna á milli lotna í fargufinni á fimmtudaginn, þá stóð ég þarna bara í myrkrinu og horfði á þarna stjörnurnar og þarna hafið, og þá bara kom til mín þetta, War of the Worlds, bara, já, heyrðu, auðvitað. Þetta bara, hérna, hvað maður að segja, fyrsta útgáfan af þessu leikriti sem að verið að setja upp. Þetta var innrásin frá Mars. Innrásin frá Mars, og þetta sett á svið 1938. Ok. Og þú manst kannski að þarna 1939 að þá gerðist svona smá þarna vesen í Evrópu og á þessu tímabili 38 náttúrulega bara, þú veist, hleðslan komin í gang, sko. Það verið að hlaða upp í stríð og það verið að skipta niður í fylkingar og sjá hérna hver með og hver á móti. Og svona í þessu umhverfi með þetta backdrop síðan þetta leikrit frumflutt þarna, hvort það var á CBS held ég, í Bandaríkjunum, og þarna frekar óhefðbundin flutningur. Já, þá þetta bara sett upp eins og bara, þú veist, að venjuleg útvarpsdagskrá sé bara rofin af einhverju svona æsifrétt. Það sem bara sagt að geimfar búið að lenda, og haltu þér, í New Jersey, í Bandaríkjunum. Já. Og það bara, þarna, þú veist, veit enginn hvað í gangi og við bara komum með nýjustu fréttir þegar við vitum meira. Og svo fer bara, þú veist, eðlileg dagskrá aftur í gangi í útvarpinu. Ok. Og var þetta byggt upp þannig? Já. Djúvis kvikindi. Já, af því að síðan, sko, þú veist. Þetta var semst ekki kynnt sem leikrit? Jú, þetta var kynnt sem leikrit að sjálfsögðu, en sko fullt af fólki kom að viðtækjunu, sko kannski 1-2 mínútum seinna, og þú veist. Og heyrði ekki kynninguna? Nei, og vissi ekkert kannski nákvæmlega hvað var í gangi. Og mér skilst að sko þegar þetta var frumflutt á sínum tíma að þá hafi 6 milljón manns hlustað á þessa útsendingu. Ok. Og sko það nú eitthvað svona kannski búið að ofmeta hérna svona óðagotið sem að varði í kjölfarið, að fólk hafi bara, þú veist, verið að fleygja sig fram að byggingum og fjölda sjálfsmorð og eitthvað svoleiðis. En það voru sjálfsvíg tengt þessu? Já, það voru einhver sjálfsvíg, en ég held að hafi samt verið algengara að fólk í raun og voru, sko, fólk flúði. Já. Þú veist, fólk var bara að pakka saman og fara út í sveit. Já, því að þú segir það kom eðlileg dagskrá, svo hafa það byrjað aftur. Já. Og það var bara innrás. Já. Það náttúrulega bara, og þá fer bara sagan í gang, sko. Já. Og sagan sögð þarna í þessu bara útvarpsleikriti einmitt sem svona upphaflega sem svona einhver æsifrétt. Já. Og þarna þetta bara, þú veist, náttúrulega skapar bara sko ákveðin glundróða og þvílíkan ótta hjá þarna bara milljónum manna. Yeah. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að, þú veist, milljónir manna og ennþá fleiri milljónir manna frétta af og sjá einhvern veginn áhrifin og bara einhvern veginn hvað þú getur gert með þennan hrikalega óvinnað utan. Já, og með hjálp miðla. Já. Fjölmiðils. Nákvæmlega. Og síðan, þú veist, kannski skipti það minna máli, en þetta náttúrulega í raun og veru þá bara í raun og veru stökkpallurinn fyrir eins og Orson Welles sem að, þú veist, var leikstjórinn og hugmyndasmiðurinn á bakvið þetta verk. Þá náttúrulega bara fer hann alveg á flug hérna, sem bara listamaður og kvikmyndagerðamaður og í kjölfarið að gerir hann hérna, eitthvað sem að margir segja að sé þarna besta bíómynd allra tíma. 1941
2001 að þá gefur hann út þess að þarna Citizen Kane. Ok, já. En það einmitt bara að þetta hafi verið gert í raun og veru og virkað svona helvíti vel. Já, það er þetta mæla nefnilega viðbröð fólks. Þú veist, þetta er kallað í þessum CIA heimi er þetta kallað PSYOP. Eða sko, þetta er svona psychological operation. Já. Að þú getur í rauninni sett svona aðgerðir á stað og mælt viðbröð fólks út frá því í rauninni bara hvernig einstaklingar og hvernig hópar hreyfa sig eftir að hafa fengið, hvað ég segja, eitthvað svona fréttir eins og þessar. Já. Og sama eru við kannski búin að vera að upplifa með öllum þessum drónum sem að, by the way, ennþá, þú veist, það eru ennþá verið að birta myndefni á hverjum einasta degi, mikið frá Bandaríkjunum auðvitað, en út allan heim og ekkert fjalla það í mainstream media. Bara síðast í dag ég skrolla reglulega í gegnum þetta er bara stöðut myndefni, ég sendi þér nú eitt í gær sem ég fannst nú að vera ansi vígalegt. Þarna sjóflugulinn? Já, hvað í anskotunum sem þetta var. Já. En þarna er þú að tala, þetta er 1938 og svo fer þetta stríð í gang, þessi heimstyrjöld. Já. Og í rauninni í kjölfarið á því þá þetta bara, má ekki segja að Bandaríkjamenn hafi bundið enda bara á þessa heimstyrjöld með kjarnorkusprengjunni sem var varpað. Já, ég meina þeir kláruðu þetta með kvelli. Já, eða þessum 2 kjarnorkusprengjum. Já. Og þessar kjarnorkusprengjur voru náttúrulega, þetta var allt þróað og smíðað þarna í Los Alamos, sem að ég held sé í New Mexico. Já. Og þarna á svipuðum slóðum einmitt og Roswell. Já. Og kemur náttúrulega bara vel fram í kvikmyndinni Oppenheimer sem að var í bíó fyrir 2 árum síðan. En það er náttúrulega, þú veist, þarna þegar þessar kjarnorkusprengjur eru sprengdar að þá náttúrulega sko vissum en ennþá minna áhrif kjarnorkusprengja en við vitum í dag. Já, bara á jörðinni. Já, ég meina, þú veist, hvað menn höfðu, þú veist, óljósar hugmyndir þessa geislavirkni og í raun og veru bara þessa vansköpun og hörmungar sem að þetta myndi einhvern veginn gefa af sér hérna bara sko í áratugi á eftir. Og sprengjurnar eins og kom fram í síðasta þetta sem að þeir voru með þá, þetta eru bara trítlar með við þessi skrimsli sem þeir eru með í dag. Já, en málið er að, þú veist, ok, þetta skildum við ekki þá þegar við sprengdum þetta, ok, við vitum eitthvað aðeins meir í dag, en sko, heldur þú að við vitum allt kjarnorkusprengjur og afleiðingar sem að kjarnorkusprengjur hafa, þú veist, ekki bara á jörðina. Þetta er kosmískt. Já, heldur bara á sko heiminn í kringum okkur. Já, og það er einmitt málið, því að þeir fóru á þessum svæðum, sem sagt þarna í kringum New Mexico og Nevada og þar að gera tilraunir og auðvitað víða á alls konar eyjum og neðansjávar, en þeir fóru líka að sprengja kjarnorkusprengjur í rauninni í geimnum. Þeir fóru að skjóta kjarnorkusprengjum upp í geim og sprengja sprengjurna þar til að sjá í rauninni hvaða áhrif það myndi hafa og prófuðu svona hinnar ýmsu hæðir. Og það hefur verið sagt af nokkrum, ég hef heyrt þetta víða og meðal annars Stephen Greer, að þegar þú sprengi kjarnorkusprengju í rauninni bara út fyrir gufuhvolfið, þá hefur þetta gríðarlega kosmísk áhrif á bara vetrarbrautina í heild sinni. Og hann vill meina að þetta hafi áhrif á stýrikerfi flygilda, þetta hefur áhrif á samskipti allra þessara siðmenninga sem eru með okkur í þessari vetrarbraut og þetta er eitthvað sem er okkur alveg ókunnugt. Já, ég minna að það í raun og veru komi einhvers konar begla eða rifa í raun og veru bara í þarna tíma rúm fabric of space. Já. Það er bara það sem gerist og þarna segja þér. Já, einmitt. En sko Gárungarnir. En þetta er sem sagt, veist, svo er þetta rekja þetta bara, veist, hann í kringum 1946, 47, þá búið að vera mikil, hvað ég segja, þá fyrst fóru þessi flygilda sjást að einhverju viti og verða svo tilkynnt. Og þarna á þessum svæðum þar sem þau voru einmitt að gera þessar kjarnorku tilraunir.
og 7. júlí 1947 þá eru 2 kúrekar bara eitthvað að gobbi til gobba bara heim eftir góðan vinnudag og þeir koma hana, þetta semst í Roswell á einhverjum akri og þeir koma semst að þessu meinta Roswell hrappi, það sem að fljúgandi diskur hafði semst hrapað og það er hérna bara leifar af þessu flygildi bara út allan akur. En þetta var semast, þeir sáu það ekki fljúa? Nei, þeir komu bara að því, en það var búið að vera mikið tilkynninga dagana og vikurnar og mánuðina áður. Það voru semst 3 ETs eða geimurur, 2 af þeim látnar og 1 af þeim slösuð. Það er auðvitað hringt í lögregluna og lögreglan kemur á svæði, fyrst bara lögreglan. Lögreglan hringir í herinn og það er semst flugherinn sem mætir á svæðið og mér langar að taka það fram að sko áratugum seinna komu margir þessir einstaklingar fram í viðtölum meðal annars þessi kúrekar sem komu að slysinu meðal annars lögreglumennirnir og mikið af þessu fólki sem kemur hérna að þessu slysi áður en að herinn kemur inn og loka rýmið að, þeir fóru heimdi sín eftir að vinnudegi var lokið eða vaktinni með leifar af farinu. Já. Og það eru einnig viðtöl við sko börn þessara einstaklinga og sem fengu að sjá og það eru ljósmyndir af munum rauninni, það eru hérna einhverjir bitar og eitthvað ál og eitthvað stjórnborð og eitthvað drasl, bara tekið heim í stofu heima hjá okkur fólki og það var eitt viðtal sem ég heyrði við konu sem var sérst barn eins lögreglumanns sem kemur hérna heim og hún er einmitt að tala um þess að þunnu álfilmur og manstu því ég sagði við í síðasta þætti að ég hefði semst heyrt að þú gætir ekki beitt þessa þunnu álfilmur, hún var óbeigjanleg en hún var í fyrstlétt þetta er, eftir ég fór að rannsaka þetta semst aftur og betur, þá kemst ég að því að þetta er raunin ekki rétt því það sem að hún segir er nákvæmlega sama sem þú sagðir í síðasta þætti og það var, hún var með í rauninni svo plötubút sem var eftir eitthvað ákveðinu formi hann vóg ekkert og hún gat tekið hann með sínum litlu höndum og hún gat krumpað hann saman eins bara lítinn og hún vildi hann varðað engu í lóanum á henni engu og svo leið og hún sleppti tökunum á honum poppaði hann út aftur í nákvæmlega sama form og hann var í áður. Já. Þetta er bara svona, þessi málmur eru þetta til mikið til í glerum hann, svona minnismálmur veit ekki hvort þú hefur séð þetta var svolítið í tísku og þetta er ákveðin málmtegund, þú gast bara beitt þetta í allar áttir en svo bara poppaði hann bara í sama form og hvaðan sem svo tekni kemur en sem sagt, herinn kemur hann inn og það er maður, sem sagt, hersöðingi sem heitir hérna Jesse Marcel sem kemur hérna fyrstur og í 4 klukkutíma kannski orðið þetta rétt herinn gefur út yfirlýsingu að herinn hafi sem sagt fundið hrapað flygildi og sé með slasaða geimveru í sínum fórum. Gaf út fréttayfirlýsingu. Fréttayfirlýsingu. Ég hlustaði á viðtal í gær við mannin sem að fékk þessa fréttayfirlýsingu í hendurnar og keyrði með hana á allar helstu sjónvars og dagblöðin. Og hann keyrði þetta út og þetta var gefið út og þetta er auðvitað bara til í Archives. Bara gaf út þessa yfirlýsingu. 4 klukkutímum setna var þetta dregið tilbaka. Það kemur semst einhver nýr hersöðinginn sem að breytir sögunni yfir í þetta hafi verið veðurathugunarbelgur og Jesse Marcel honum er sem sagt stillt upp í herbergi inn á einni herstöð með einhverja spýtulista og einhvern álpapír fyrir framann mjög og hafa tekin mjög fræg ljósmynd af honum þetta er sem sami maður og kom að þessu slysi í byrjun og hann sem sagt bara er þarna og tekur þátt í þessu cover-upi en svo setna meir, ég man nú ekki hvaða ár það var, jú ég er með að skrifa hérna ekstar, þetta er hérna þetta er svo viðamikið, ég þurfti að skrifa eiginlega hálfgert handrit á þetta sko já, það var semst
1978 þá kemur hann semst fram í viðtali við Stanton Ferry Friedman sem var semst kjarnorkufræðingur og svona ufologist hvernig myndir orða þetta? Ufologist hann semst kemur í viðtalið hana 1978 og ég hef séð þetta viðtal það sem hann í rauninni gengst við því og viðurkennir að honum hafi verið beitt þrýsting og hann hafi semst tekið þátt í þessari yfirhylmingu en þetta hafi ekki verið rétt og svo staðfestir hann bara söguna að flíildi hafi verið að ræða. Það eru viðtöl sem hægt að finna líka við lækna, krufningalækna sem að tóku aðeins að rannsaka og fóru í ykkur svona grunnkrufningar á líkonum og þetta eru krufningar sem að áttu sér stað. Það er réttafræðingur Glenn Dennis og hann kom einnig fram mörgum árum seinna með vitnisburð þar sem hann lýsti af mikilli nákvæmni þeim líkamsleifum og krufningu sem fór fram á herspítala flughersins í Roswell og þetta stendur nánast þarna eins og staðan er í dag en það var settur einhver þrýstingur á bandaríska ríkið eða herinn eða eitthvað í kringum 1990 og það var sett rannsókn af stað einhver rannsóknarnefnd og niðurstaða þessara nefndar var svo að þetta hafi ekki verið veður athugunarbelgur heldur hafi þetta verið hluti af top secret verkefni sem hét Mogul sem var staðsett á herstöð rétt hjá það sem að þið voru að senda belgi upp að bara mörkum himminkóls með upptökutækjum þar sem þau voru reyninni að hlusta eftir því hvort að Rússar einmitt væru að gera tilraunir á kjarnorkusprengjum í geimnum. Já. Og þannig að þetta var niðurstaðan og þarna liggur þetta í dag. Þannig að það er komin sem sagt þriðja opinbera sagan frá hernum. Þriðja, já. Einmitt. Já. Þannig að, og það stöndum við í dag. Við stöndum þar í dag. Þrátt fyrir 3.0. Já, en þrátt fyrir allar þessa aðila sem hafa svo komið fram og þetta er svo athyglisvert þegar þú fyrir að skoða þessi, þetta eru eldgömul viðtöl. Þetta er bara eitthvað venjulegt fólk. Eins og viðtalið við henni kúreka hana sem kemur hérna ríðandi að henni á okkur hesti. Það tekið viðtal við hann eitthvað 20-30 ára setna, eitthvað 1960 eitthvað, 70 eitthvað það er hann bara eitthvað keyrandi okkur bronk og bara eitthvað hátt gýrstur í kúrekaskóm þetta er bara eitthvað gamall kall sem vill ekkert verið í þessu viðtali. Nei. Skilurðu? Eða geggjaður leikari. Já, eða geggjaður leikari. Hvað vitum við? Já. En þetta er sem sagt sagan Roswell sem að er í rauninni örugglega já, ég myndi segja örugglega frægasta UFO í rauninni tilfellið, allavega sem að fólk hefur mest heyrt af í gegnum tíð. Já, en síðan ég náttúrulega Bandaríkja her með svona einhverjar reglur varðandi leynd og þú veist, einhver svona þú veist, skjöl mega bara vera lokuð í eitthvað ákveðin langan tíma. Já. Og þarna já, ef þetta fer eftir einhverjum einhverjum official leiðum. Já, já. Og málið er að, þú veist, ég veit til dæmis að eins og með þarna Kennedy málið, að þá þarna stóð til að þarna opna fyrir öll gögnin sem að bandarísk yfirvöld búa yfir varðandi Kennedy-morðið en eitthvað á síðustu stundu að því að þú veist, þetta var bara að falla á tíma að þá voru bara gerðar einhverjar lagabreytingar og þessu var bara haldið aftur í einhver 20 ári viðbót eða eitthvað svoleiðis. Og það var einmitt gert, held ég, á þeim forsendum að það væri ennþá sem sagt lifandi fólk sem væri nefnt í þessum skjölum. Í þessu samhengi. Já. Og ég meina þetta þá klárlega hvað er svoleiðis ennþá líka með Roswell, það sem að fólki sem að var þarna á vettvangi og tók þátt í þessu að meinta upprunalega cover-up. Þetta er samt 1947. Já, en það er ennþá lífi. Já, mögulega ykkur ræðum. Já. En ég efast að það sé raunverulega ástæða. Ég held að þeim sé þessu djúbríki
sé nú bara svolítið drull hvernig fólk hafi það sko. Já, en þetta er svona hvað maður segja átilla og svona, þú veist, við getum haldið þessu leyndu hérna kannski með þessum á þessari átillu, já. En það kemur einmitt fram í heimildamyndinni The Acknowledged eftir Stephen Greer sem kom út 2017 held ég og þar nefnir hann einmitt Kennedy-morðið sem í rauninni í samhengi við disclosure sem að hann var búin að hóta og var að fara í gang með. Hann ætlaði að afhjúpa í rauninni þetta allt saman. Allavega allt sem hann vissi og afleiðingin af því hafi verið að CIA hafi stútað hann. Og það skal líka nefnt að sko 2 vikum eftir Roswell þá er CIA stofnað. CIA er stofnað í rauninni út frá anga hessins, held ég flughersins Air Force. CIA var ekki til þegar Roswell átti sér stað, það var ekki fyrir 2 vikum eftir sem er líka mjög áhugavert. Hvað var það tímaramann? En máli með þetta Roswell dæmi er þá náttúrulega bara kannski fyrst og fremst þetta að þarna er sko þá bæði sko faratæki og sko bæði lifandi og dauðar geimverur sem að þarna eru þá bara einhvern veginn teknar til Bandaríkjanna og Bandaríkjamenn bara leggja hald á allt þetta. Enda náttúrulega var þetta í Bandaríkjanum. Þetta er náttúrulega New Mexico. En þarna en þú veist, en nú horfum við á myndina þarna frá Brasilíu eftir hann ekki James Fox. Veist, það gerist í Varganya í Brasilíu, lítið þorp, það er nú líka dæmi sem var gaman að rekja en sko, þar eru Brasilíumenn og brasilíski herinn, þeir sjá bara ekki fram á að geta unnið einhvern veginn úr þessum gögnum. Það er allavega sagan. Og daginn eftir að meint flíildi sem hafði rapað þar og geimverur sem náðust allavega ein lifandi og það skal tekið fram að lögreglumaðurinn sem náði að handsamana hann dó daginn eftir úr bara einhvers konar húðsýkingu því að hann hélt á henni og hún lyktaði af ammóníaki og hérna hvað heitir það? Hvað heitir efnið? Fólsór eða eitthvað sliðis Brennisteinn. Já, brennisteinn. Og hérna en það getur verið en sérst bandaríski herinn kemur bara daginn eftir með stóra þotur og sækir draslið og það var í þeirri mynd var viðtal við hérna sérst einhvern yfirmann í flugturni í rauninni þessa flugvallar hérna í grendinni sem staðfesti þetta og í viðtali öllum þessum árum seinna. En þetta var Roswellið, eigum við að fara yfir í Phoenix? En sko þetta dæmi hérna og það sem að, þú veist, við erum búnir og erum að fara að rekja hérna, eða þú ert að fara að rekja. Þetta eru svona, þú veist, hvað frægustu dæmin einhver svona geimför og geimverur. Já, það sem eru mörg vitni. Það sem eru mörg vitni og að því að virðist vera svona eitthvað bara rosaleg yfirhylming af hálfu yfirvalda. Og hvað í öllum tilvikum erum við að tala bandarísk yfirvöld. Af því að hvað, þessi atvik virðast meir og minna eiga sér stað í Bandaríkjunum. Eða þú veist, ok, við vorum hann að vísa að taka eitthvað Brasilíu dæmi, en ég meina Bandaríkjumenn komu að því. Það er mikið búið að eiga sér stað í Brasilíu og það er talsvert búið að eiga sér stað í Rússlandi líka. Mikið af þeim gögnum komst George Knapp yfir þegar hann fór í heimsókn til Rússlands á sínu tíma og fekk með sér mikið af gögnum. Ég hef séð talsvert sem sagt af tilfellum frá Kína, frægdæmi í Ástralíu, frægdæmi í Afríku. Það er ákveðin dalur í Noregi sem er mjög þekktur sem sagt að var allavega langt tímabil ég man ekki hvað þessi dalur heitir en þetta var mjög umtalað að það voru bara flíildi hérna nóttu eftir nóttu veist, þannig að þetta er ekkert bundið við Bandaríkin en þetta virðist svolítið loða við Bandaríkin og það má örugglega rekja til einhvers konar hernaðarlegs inngrips
í rauninni, eða hernaða máttar Bandaríkjanna og þá sérstaklega hvað var að kjarnorkuvopn. Og svo kannski náttúrulega líka bara fjölmiðlar og Hollywood og bara fjöldi myndavela og mikrofóna. Já. En þetta eru stæðstu dæmin. En það er sem sagt, við erum að tala um í mars 1997 í Phoenix. Þá, að kvöldi til, þá kemur flygildi sem er svolítið í laginu eins og vinkill. Eða, ekki beint búmerang, því búmerang tekur sveigju, þetta er bara eins og vinkill, bara 90 gráða vinkill og haldiði nú, áætluð stærð á þessu kvikindi var 1 míla þvert yfir. Já. Huge. Það sást frá Phoenix til Tucson. Eftir flygildinu voru 6 ljós. Það flög hægt yfir og það voru kringum 20.000 manns sem tilkynntu flygildið frá mismunandi stöðum og ekki bara í Phoenix, stór hluti í Phoenix en frá mörgum öðrum stöðum og svona, hann má til gamans nefna að Kurt Russell, leikari meðal annars, hann tilkynnti flygildið, hann er engaflugmaður líka og hann var á flugi og sér flygildið og hringir í flugturn og tilkynnir staðsetningu, bara hvað í gangi hérna. Flugturn svarar tilbaka, við höfum enga radarupplýsingar það sem þú ert að sjá. Já. Og það þetta nálgast þetta líka, það eru bara viðtölu mannina sem hann útskýrir þetta. Já. Þannig að hann bara tilbúin til lendingar og hann bara lendir. Það má, ef ég hoppa svona aðeins fram og kemur svo tilbaka, Alice Cooper. Já. Þetta er sko ekki færi hann að ljúga okkur. Þetta er 3 árum seinna og ég ætla nú að fletta þessi hérna upp því að sko, hann var á leið til LA á glænýjum Aston Martin við erum að tala um árið 2000 hann er ennþá hot þá sko hann er að fara til LA frá held ég Las Vegas og hann var að fara að taka upp plötu og 3 árum eftir Phoenix Lights og hann er að keyra í Eyðimörk, Arizona miðjanótt, hann ákvað að fara miðjanótt hann ætlaði að fá að þenja hennin Austin eðlilega, ég hefði líka gert það ef ég ætti nýjan Austin Martin Heyrðu, hann sér nákvæmlega þetta flygildi sem hafði verið svo mikið í fréttunum 3 árum áður, bara upp á hár það flýgur bara svona hægt yfir Eyðimörkina hann stöðvar bara bílinn og hann horfir á það að eigin sögn í einhverja 10 mínútur og þessu lýsir hann í viðtali einnig sem má nálgast það má nálgast allt á YouTube en það sem er svo athyglisvert í þessu samhengi það er náttúrulega alveg ótrúlega mörg vitni að þessu 20.000 Já, bara fólk sem ringir bara öllum áttum og við erum að tala um sko, fólk að sjá þetta úr fjarlægð mikilli hæð og það eru til vídeo og ljósmyndir að þessu alveg í bunkum bunkum, öllum fréttum og þetta var bara alveg virkilega big thing og sko í sumum tilfellum þá var það að fljúga það lágt yfir, tala um 30 fet fyrir ofan sjónavottin getur þú ímyndað þetta? Það er bara 10 metrar Já, en þetta er ekkit bara eins og einhver 9 metra diskur þetta er bara svo flugmóðskip þetta bara fó bara svona hægt yfir fólk algjörlega hljóðlust þetta er náttúrulega bara súrrealist og það eru til myndir af þessu og stuttu eftir þannig að fer allt í uppnám þá er það semst fylkisstjórinn hann heit Five Symington Já, fáránlegt nafn by the way hann heldur fréttamannafund frægan fréttamannafund mjög frægan því að hann tekur að sjálfsdáðun ekki út frá þrýsting að mér skilst þetta er 97, hann tekur ákvörðun það hann fer yfir stöðu mála en til þess að létta á stemningunni þá tekur hann starfsmannastjóran sinn á fylkisstjóraskrifstofunni og klæðir hann upp sem geimveru og segir á fréttamannafundunum við erum búin að finna the perpetrator og svo er hann dreginn inn í járnum þessi aðstofamæra sem er bæði og mjög hávaxinn í geimverubúning og það bara, þetta fara allir að hlæja
og svo gríman tekin á honum og þá má sjá þennan fund sem bara mjög gaman að horfa á þetta og hann sem sagt bara hann svona svolítið ridiculaði í rauninni það sem var búin að vera í gangi en meinti örugglega ekki illt með því og það urðu rosa margir bara mjög fúlir og sárir það fannst eins og að væri verið að gera lítið úr þeim því að getur ímyndað að horfa upp á eitthvað svona og þú ert svo ekki tekin alvarlega það fyrir eitthvað súrt en hann kemur svo fram sem sagt held í 2008 og þá í svona einhverjum svona disclosure event tengt Stephen Greer það sem hann í rauninni játar það að hafa í rauninni bara gert þetta ekki út frá þrýsting, hann vildi bara reyna að letta á stemningunni en hann sem fyrrum orrustuflugmaður, hann var náttúrulega bara í NAM hann þekkir hverja einustu flugvél bæði hljóð og í sýn og hann horfði upp á þetta flygildi sjálfur Hvað, hann 5? Já, hann sá þetta sjálfur og viðurkenndi að loks þarna í þessu viðtali árið 2008 já. og þarna sem sagt enn eitt viðtalið við einstakling sem að neitar eða segist ekki hafa en kemur svo fram mörgum árum seinna Já, þegar og segir eitthvað annað. Já, þegar hann er þá kominn úr valdastöðu. Eflaust. Já. Eflaust. Það hefur eflaust eitthvað með það að gera. En sko, útskýring En sko, þess myndir og myndbönd hljóta þá að vera til alveg bara í massavís. Alveg í massavís og og það fylgir með. Já, við látum það fylgja með en það komu þetta bara yfirlýsingar og útskýringar frá hernum Já. og það sem þeir sögðu bara hvað væri búið að vera í gangi og það væri bara búið að vera æfingar með einhverjum ákveðnum herþótum hvað það var B2 Já. Það eru bara einhverjum svona bommerar þetta held ég háværustu þotur sem til er á jörðinni að þeir væri sem sagt að skjóta út svona því sem kallast flares eða bliss og og það hefði verið það sem fólk var að horfa á sem náttúrulega meikar engan sens því að sko, því bliss svífa ekki bara yfir heilu stórborginnar bara í einhverju bara stöður í röð með reglulega fjallað frá hvort öðru og þá er engin reykur og ekki neitt og við séum hvernig bliss virka þá þetta er svona yfirleitt rauð bliss og þá sérðu rosalega mikinn reyk í kringu það því það er svo mikill bruni hefur ekki séð þetta í sjónvarpinu en sko var ekkert svoleiðis í gangi samhliða það get ég auðvitað ekki sagt en þetta var útskýringin sem að reyni yfirvöld komu með þetta er svona veðurbelgja athugunar útskýring Já, nei, að því að sko nú man ekki hvort ég er að rugla saman þessu atviki þá við kannski mögulega eitthvað annað atvik það sem að var einmitt svona mikið af fólki sem að sá eitthvað flygildi og á sama tíma sendi þá greinilega herinn upp flugvél og fór að skjóta út blissum og þar að leiðandi er rosalega mikið af myndum frá því atviki það sem SS að búið að í raun og veru ruggla þessu svolítið saman það sem að sko í raun og veru sumar myndirnar eru bara af blissunum og aðra myndir af flygildi eða hvað er að þú veist og það er einmitt, þú veist, þetta er náttúrulega bara rosalega góð aðferð í raun og veru bara að í raun og veru fela sannleikan Þetta er svona decoy, sko Já, fela sannleikan bara í einhverjum haug af einhverju bulli Í einhverju geggjuðu partí Já, bara, þú veist, fáum bara einhvern gaur í geimverubúning og skjótum bara blissum og kveikjum í kökunni bara og, þú veist Já, algjörlega og þú veist, innan þetta þá leynist sannleikurinn En þegar það er einmitt búið að bara slá þessu upp í eitthvað rugl eitthvað ridicule já, að þá er einhvern veginn svona fólk svo feimi við að einhvern veginn viðurkenna þetta og eitthvað bara svona já, þetta er satt fólk á bara ekki séns Nei Þetta er mjög erfitt og eins og ég segi sko, veist, fólk var bara álitið það var bara stimplað klikkað bara rugglut allar eins og við tölum hérna síðast ég meina, bara venjulegu fjölskyldufæðir í Breiðholtinu getur núna í dag bara leyft sér að setjast niður á opinberum vettvangi og ávarpa og tala um þessa hluti
En við erum samt að reyna að tala þetta frá svona frekar, hvað ég segja, hlutlausu sjónarmiði, svona þannig, myndi ég áætla. Já. Myndir ekki segja það? Ég believer. Já. Ég hérna á veggnum, I want to believe. Já, þú vilt trúa. Já, einmitt. En það einmitt, þú veist, það þetta, ég get sagt, ég trúi, en ég treysti því ekki. Nei, það eins og maður þurfi að fá hérna bara eitthvað, sko, til þess að ég geti staðið hérna bara og öskraði hérna bara fyrir alþjóð, hvað í gangið? Ekki það að maður sé kannski að því núna, en veist, það myndi veita manni einhverja gríðarlega vissu en maður myndi fá að sjá eða upplifa eitthvað, eins og til dæmis þessi frásögn frá þessum Íslending hérna í byrjun þáttarins. Já. Ef ég myndi verða vitni að einhverju svona, bindindismaðurinn sem ég með enga sögu ofsýnir eða einhverja geðurofstakta, allavega ekki alvarlega, ef að ég myndi sjá eitthvað svona, ég myndi bara segja upp vinnunum minni. Ég myndi bara leggjast í rannsóknarstörf og helga með þessum málaflokk. Já. Alveg hiklaust. Já. Já, ég vona að það gerist. Við vonum það. Já. Sko, þarna erum við. Þetta var semst Phoenix Lights og þannig að við erum í rauninni komin að síðasta og að mínum mati svona mest áhugaverðasta dæminu í þessu öllu saman og kannski svona í seinni tíð, svona svolítið frægasta, sko. Þetta svolítið rockstjarna í UFO heiminum. Já, þetta þetta mikið magna upplýsingum, þetta mikið efni. Hvað, við erum búin að vera núna í 30-40 mínútur. Við höfum alveg tíma í Bob Lazar. Já. Er það ekki? Hvað þýðir þetta? Talaðu, Mikael. Við hefum 50 mínútur eftir. Já. Ok, er það raunverulega 50 mínútur eða er það 10 mínútur? Já, við erum búin að vera í 50 mínútur. Já. Einmitt. Heyrðu, geggjað, þá höfum við tíma. Sko, Bob Lazar, hvernig í andskotanum á maður að byrja á því, maður? Þú veist, þetta gaurinn sem að sagði okkur fyrst frá Area 51? Já. Hvernig vissi hann Area 51? Sko, hann í rauninni var á svæði rétt fyrir utan Area 51 sem heitir S4 eða Section 4. En hluti af Area 51 svæðinu? Hluti af þessu svæði. En maður á að reyna að byrja einhvers staðar þá að eigin sögn, því það finnast engin gögn hann lengur, sem frekar undarlegt. Drengur sem var alltaf mjög hrifinn af vísindum, af vísindaþengjandi. Hann var svolítið þekktur fyrir það, hann smíðaði eldflauga hreyfil á honduna sína. Þannig að þegar hann keyrði á hondunu sinni þá var hann með sko eldflauga hreyfil í raskatinu, sko. Já. Og mikið læti og var svolítið þekktur sem sagt í sínum bæ eða borg eða hvað hann var fyrir þetta allt saman og að eigin sögn þá sem sagt tók hann bachelorgráðu í vísindum í eðlisfræði og já, physics held ég já, einmitt. Bæði í Stanford og MIT. Nei, það var Caltech. Ja, Caltech og MIT og þetta náttúrulega hefur ekki fengist staðfest því að eins og ég segja að eigin sögn var allt hans líf hreinsað út og meðal annars fæðingavottorðið hans. Hann sem sagt vann hjá Los Alamos sem sagt á stöðinni sem sagt við sem sagt einhverja kjarnorku rannsóknir sem bara mjög ungu maður. En þetta svona hvað, 1982? Já, sko, hann kemur út hérna í viðtali sem sagt, já, í kringum 1989. Já, þetta hefur verið þarna einhvers staðar 80, ég veit ekki hvenær hann átti að hafa unni hjá Los Alamos, en allavega að eigin sögn fór hann í atvinnuviðtal og fekk vinnu sem sagt á Area 51 eða rétt fyrir utan og vann þar í 6 mánuði 1988 til 1989 og hans jobb, hann var kynntur fyrir í rauninni vinnufélaga sem að hét Dennis og sem sagt þeir unnu alltaf í pörum
og svo ég bara hendi þessu út, þá voru á þessu svæði, þetta var ákveðið beis sem var grafið inn í fjallslíð, voru 9 flíildi. Hann vissi ekki nákvæmlega hvernig þau hefðu verið fengin, en honum skildist að eitthvað hefði verið tengt fornleifa uppgrefti og eitthvað hefði verið skotið niður. Og hann talar um það að eitt af þessum flíildum hafi verið skemmt. Hann vann við 1 flíildi með þessum Dennis og það skal nefna að sko, þeir voru að vinna við í rauninni sko, það sem hann kallar í rauninni sko, anti-graffiti svona eins og generator. Já, þetta svona, þeir voru basically að vinna við vélina. Svona, það sem að knýr faratækið áfram. Maður myndi segja aflgjafa, en þetta í rauninni samt ekki aflgjafa. Við skulum fara þá aðeins inn í það. Já, en það var sko, þú veist, eitthvað eitt teymi sem að sá bara að þarna þetta var mjög svona, þarna, mjög hólfa niður. Þetta var svona on a need to know basis. Já, þannig að það voru einhverjir sem að sáum að þarna rannsaka málmana og efnið, einhverjir sem voru að rannsaka, þú veist, hvað mögulega vopnabúnað. Og þeir voru þá í því að rannsaka þarna, þú veist, ef við getum kallað þetta vélina eða, þú veist, það sem að knúði faratækið áfram. Já, þú veist, þeir eru sérst með eitthvað hlut sem er samansettur úr einhverju og þeir eru sérst, þetta er kallað sko to back engineer. Það þýðir henni, þú veist, þetta er hálfgjör krupning á einingunni sem þeir eru með og hvort þeir þurfa að taka hann í sundur, þeir þurfa að sjá úr hver hann er gerð og hvernig hún virkar. En þeir eru með hann einhvern hlut sem þeir komast ekki inn í og hann segir að fyrrum vinnufélagi Dennis hafi látið lífið í hræðilegu slysi sem átt sér stað. Þeir höfðu í einhverju örvæntingu reynt að skera í þennan generator með einhverjum plasmaskera sem var til þess að eitthvað slys átt sér stað og þessi félagi sem að Bob Lazar kemur og tekur við, hann hefur látist í slysi því tengt. Hann fer þarna og fer að vinna við þetta og verður vitni að öllu mögulegu og farið sem hann er með var kallað sportmodell. Þetta er þetta er á 3 hæðum, þetta er bara típiskur fljúgandi diskur. Þetta er á 3 hæðum og þú gengur inn á miðhæðina og þetta er mjög lágt til lofts og það er í rauninni ekkert þarna inn í 90 gráður og það er engin samskiti á neinu. Það eina sem meikaði sens fyrir honum var basically hlerinn inn í flíildið og svo voru 3 sæti sem voru bara svona svo litli barnastólar en það var allt brætt saman og öll horn voru rúnuð. Hann fór ekki upp á efri hæðina en hann gerði ráð fyrir því að það hefði eitthvað með í rauninni leiðsögukerfi að gera. Hann stakk eitt skipti höfðinu niður í kjallarann og þar voru þessi kastarar sem að héngu, þetta voru hann talaði um þetta eins og ruslatunnu sem héngu á hvolfi og þeir eru á örmum og geta snúist í allar áttir og úr kösturunum fer einhvers konar leiðsla yfir í ákveðin magnara og úr magnarunum fer einhver annars konar leiðsla yfir í rauninni hennin generator sem situr á miðjugólfi á annarri hæð á miðhæðinni, já. Og hann, þú ert með þetta aflgjafa kvikindi og svo sem fer yfir með orkuna yfir í magnaran, svo yfir í kastaran. Og svo eru þessi 3 stólar í kringum þennan aflgjafa. Og þetta var eins og bolti og hann minnist þess þegar hann fer með Dennis þarna inn fyrst, þá eru þið með eitt svona kvikindi á málmplötu bara út á miðjugólfi. Og þeir eru búin að finna vist út í því ára en að kemur hvernig þú kveikir á þessu apparati. Og Dennis kveikir á þessu apparati og biður Bob Lazar að snertan þennan bolta. Þannig að hann fer og allar að snertan nema hann getur það ekki. Sama hvað hann reynir, hendurnar hans komast ekki að hlutnum. Það er bara eitthvað orkusvið í kringum hann sem bara... Já, og hann sagði það var ekki séns.
bara eins og honum var ítt í burtu og hann náttúrulega sem vísindamaður náttúrulega bara átta sér strax að því þannig ertu með einhvers konar segulafl eitthvað sem ítir á móti og þetta sem sagt veist, hans fyrsta svona wow moment og þeir eru sem sagt eitthvað að vinna í þessu í sem sagt eitthvað 6 mánuði og hann talaði nú ekkit vel það hann var mikil harka og svona leiðinda stemning þarna veist, þetta var svona veist, það var að tala niður til fólks og þetta var svona svolítið eins og að vera í umhverfi þar sem að var bara mikið að leyndamálum og hann svo væri ekkit rosalega vel liðinn en hann horfði upp á sem sagt eitt skipti þegar að flygildið var tekið út og það var testað það var sem sagt ekki testað sem sagt í mikilli hæð það var bara fór á loft og hérna fór hérna eitthvað aðeins flugbrautina og lenti svo aftur en það sem honum fannst vera athyglisvert í þessu samhengi var að það var einhver inn í flygildinu að fljúga því og menn á jörðu niðri voru í talstöðasambandi við þann einstaklinga sem honum fannst mjög skrítið því að það sem hann hefði auðvitað haldið væri að í rauninni þetta segulafls svið það myndi beygja allar útvarpsbylgjur í rauninni frá þannig að þarna var eitthvað sem hann bara skildi ekki þá og skilur ekki í dag og það var meiri segja þannig hann lýsir í þannig að þegar flygildið var á flugi og var akkurat fyrir ofan þá hvarf það Já. Því að ljós beygir í kringum þetta svið sem þýddi að það bara þegar hann stóð akkurat á réttum stað þá bara minnkaði það til að bara hvarf skilurðu mig? Já. Og þarna en þessi aflgjafi vildi hann meina að væri sem sagt hann komu að því element 115 sem að sko í dag hluti af lótukerfi Já, ef við gefum okkur það að þetta element 115 sé efni 115 í lótukerfinu Já, hann allavega heldur því fram það er þekkt undir nafninu sko Moscovium Já. Við spurðum nú Sprengikötu henni þetta þegar hún var hjá okkur daginn og hún fannst þetta nú ekki merkilegt en þeim hefur sem sagt, þeir tókst 2008 held ég að skapa í rauninni þetta efni á rannsóknarstofu í minna en sekundu Já, sko, þetta sko sem sagt, þetta var í Þýskalandi þeir sköpuðu í rauninni 4 atóm sem endust í 220 millisekundur Já. Þetta sem sagt efni sem þekkt sem Moscovium 1.15 í lótukerfinu og sem sagt í lótukerfinu í dag það þetta sjá það bara, þau ekki annað að googla lótukerfið en þetta sko, veist, öll element þau hafa ísotópa sem eru bæði stöðugir og óstöðugir og hlutfall ísotópa það ræðst að fjölda njútróna þannig að þarna sagðist hann vera í rauninni með element 115 sem væri stöðugt Já. og hann sagði það nú í öðru viðtali sem ég hlustaði ekkert hjá hann á við hana að galdurinn þarna var sá að inn í þessum bolta ertu með moskvíómið og það sem sagt, þá ertu með þetta grunnefni í föstu formi og það er skorið í ákveðinar stærðir í skífur og því raða saman á ákveðin hátt þar til að mynda píramída og þessi orka er færð áfram í magnaran og þaðan í kastarana sem þú getur snúið á alla vegu og þess vegna er það þannig og það sést í bæði gimbal og Go Fast vídeóinu held ég líka sem sagt lag út 2017 sem við tölum í síðasta þætti að þú sérð flygildið í mynd eins og sést en svo snýr það sér og þeir segja orðstuflugmennirnir það heyrist í hátalarakerfinu it's rotating og þá snýr það sér upp belginn fyrst skilur við því þá eru kastararnir bara þeir skjóta bara beint áfram og það sem gerist og ég var að lesa þetta í gær og þetta er alveg ótrúlega magnað þegar maður fer að spá í rými veist,
ég hélt alltaf að þú væri með hluti og svo ertu með empty space en það ekki þannig og þyngdarafl ekki einhverjir kraftar sem hvíla í öllu efni og plánetum sem draga hluti til sín eins og ég hélt heldur rýmið sjálft þyngdarafls svið og þetta sýndi Einstein fram á með í rauninni framhaldið af sinni afstæðiskenningu sem hann kom út með 1915 og svo kemur hann með þessa kenningu setna með hvað var rauninni þyngdarafls sviðið sem bara rauninni sem að rýmið sjálft þannig að rýmið ef þú ímyndaði rýmið eins og bara lindýr það oft talað um the fabric of space, hefur ekki heyrt þetta að í rauninni allir fastir hlutir þeir taka ákveðið svæði ákveðið rúmmál og þeir þrýsta í rauninni rýminu sem að ákveðið fínt form af efni og fyrir vikið eins og ljós þegar það ferðast og það sést bara í kringum sólina að ljós sveigir í kringum sólina skilur hvað við? Því það fer bara eftir ákveðnum brautum þannig að þetta stór merkilegt þannig að þessi tækni í rauninni í þessum fljúgandi flíildum eða þessum furðurhlutum það sem hún gengur út á þetta svo magnað því að maður segir aflgjafi það rauninni ekki verið að gefa afl það engin bruni þetta sést það í rauninni á hitamyndavélum bæði á þá gimbal og go fast að það engin hiti sem stafar af þessum flíildum ef eitthvað þá það kuldi það engin bruni Já, en það einmitt þá líka talað um mögulega það ekki að í raun og veru sko úrgangurinn úrgangurinn eru ljóseindir Já, okay. að það eru ljóseindir sem að losna þú veist, við þessar hreyfingar og þess vegna erum við að sjá þú veist, ljós á lofti Þetta áhugavert, þetta hef ég ekki heyrt Já, að því að þú veist, það ekki eins og menn séu hérna ferðast á milli vetrabrauta Út af því að þú ert að þjappa rýmið Já, að þú ert að ferðast á milli vetrabrauta en síðan þegar þú ert komin yfir jörðina þá þarf ég nú að kveikja ljósið svo ég sjái nú hvar ég Já, þetta mjög áhugavert Já, að það raun og veru, þú veist, ljósið í raun og veru bara úrgangurinn úr þessum flíildum. Já, þetta úrgangur úr flíildunum eða þetta saman þjöppun rýmsins sem þú sérð? Þarna þurfum við þurfum að fá þetta á hreint, sko. Já. Því að við erum að sjá einmitt orbs, við erum að sjá, við erum að horfa á stjörnur, basically. Við erum að horfa á sko glóandi netti. Já. Og það það sem ég að sjá núna bara á hverjum einasta degi, ný og ný vídeo. Já. En það sem hann segir þetta svo ótrúlega áhugavert ef þú opnar rýmu ég skrifa þetta að sjá mér líka í samhengi við þessa bók sem ég var að lesa ef þú spáir í þessu sko, rýmið hefur verið sýnt að sé sjálft þyngdaraflssviðið rýmið ekki bara tómt vakuum sem allir hlutir eru innan hlutir eins og plánendur svo skrifa enda líka og dildóar rýmið eins og lindir sem byggt á litlum eindum sem eru tengd með því að krækja í hvort annað við erum að tala um þessi atóm eru sko 1 milljarðasti af milljarðasti hluta af hefðbundnum atómum þetta svo þetta bara út frá kenningum þetta svo mikroskópíst bara, þetta beyond skammtafræði nánast plánetur og stjörnur svarthol mynda þrýsting sem útskýrir aðdrátt og tog í alheiminum ljóstilda með sveigir frá sólinni og þegar þyngdarkraftstækni beitt á rýmið eins og þessi flíildi virðast gera þá fallaðu inn í vakúm raunverulegt vakúm og yfirgefa takmarkanir og tími hverfur og hreyfing og hugtak eins og bara hugtak eins og ferðalag það fellur sig í hefðbundnum skilningi og mér langar þessu tengt að segja sko frásögn David Fravor og Ryan Graves lýsir þessu mjög vel þetta eru gaurarnir hérna þetta eru TikTok þannig ég að tala um TikTok-vídeóið David Fravor hann þarna að horfa á TikTok flíildið sem þetta heitir TikTok því að lítur út eins og TikTok sælgæti TikTok já. að það bara ferðast
svona fyrir framann hann horfir á þetta úr þotunni í 5 mínútur og það ferðast eins og pingpongbolti bara svona veist, og hann bara horfir á þetta meikar engan sens allt í einu hverfur það og þeir bara, hvert fór það 60 sekúndum setna finna það aftur og þá það komið á stað sem kallast Cap Point þetta eru æfingar á orrustuþotum og hann eitthvað staðar og svo gefið upp eitthvað Cap Point sem hann á að vera komin á nema flíildið David Fravor hann hefur samband bara, strákar, þetta bara horfið, hvar þetta? Já, þetta mjög skrítið, þetta bara hvar líka radar svo líða 60 sekundur þá segja þær, heyrðu David það komið hingað hérna on your Cap Point nema hvað, David Fravor vissi ekki einu sinni hvar Cap Pointið var og það var þá 60 mílum í burtu og þeir nema það 60 mílum í burtu 60 sekundum setna en þeir vissu ekki hvenær það kom þangað það getur vel verið að það hefði bara farið sko, veist, við erum að veist, þetta ekki einu sinni ferðalag sko. Veist, þú hér skilur við, eða bara 2 smellir í einu sko. Fattur við, því við erum svo föst í tíma og afstöðu og þú ferðast frá einu stað til annars það á sér stað eitthvað senkun í tíma en þarna ertu bara, þú eru 2 smellir og þú ert hér meikar þetta sens? Já, þetta náttúrulega bara þarna í raun og fyrsta skipti sem að ég þarna heyrði eða sá þessa hugmynd var þarna í myndinni Event Horizon Hefur þú séð hana? Eitthvað tíma, var þetta ekki hálfgeir hryllingsmynd? Jú, þetta var hryllingsgimmin og hún var einmitt alveg bara með þetta plott sko að til þess að í raun og veru ferðast í gegnum geiminn að þá í raun og veru sko tekuru rýmið og bara brettir það saman og ferð svo bara í gegnum gat Ormagöng einmitt og það bara, þú veist Fabric of Space ef að þú í raun og veru sko bara tekur efni og einhvern veginn bara algjörlega getur sko tæmt það og bara fallið í gegn sko, þannig þú ert komin í vakúm raunverulegt vakúm veist, þetta eitthvað svona ástand sem ekki þekkist nema kannski bara veist, fyrir miklakveld hvað veit ég áður en allt efni verður til þannig að þú fellur inn í tómið þú lætur tómið taka þig en í ákveðina átt þú hefur stjórn á því sem þú átt að gera einmitt. Þetta svo magnað þannig, og þarna skipta ljósár engu máli sko. En það skal sagt því að talandi ljósár veist, það mál hérna sem við þurfum að taka líka það sko Barney and Betty Hill abduction og þau semst, við skulum taka það seinna en það semst Betty Hill þau voru semst numin brott 19. til 20. september 1961 bara hræðileg lífsreynsla hún tekin í dáleiðslu á eftir og henni var sýnt hún sér það í dáleiðslu að henni var sýnt kort stjörnukort og það var sett inn í hana í rauninni upplýsingar hvaðan þessar verur voru að koma og þetta var sko Zeta Arctic Star System þetta 30 ljósár í burtu og aðeins sjáanlegt frá suðupólnum og Bob Lazar talar það að hann hafi séð þarna skjöl einhvern tímann á þessum 6 mánuðum sem hann var þarna sem að töluðu einmitt það að í rauninni þetta flíildi sem hann væri sem sagt að vinna við kæmi einmitt frá þessu stjörnukerfi og það kom fram í þessu skjali að geimverur væru búin að vera í samskiptum við menn í 10.000 ár hvað sem til í þessu hef ég ekki hugmyndum en við erum að tala ljósár og fyrir þau eitthvað sem veit ekki hvað ljósár þetta rauninni sko 30 ljósár þetta í rauninni tíminn sem það tekur fyrir ljós að ferðast frá einu stað til annars þannig að ef þú ætlar að fara þarna á ljósraða sem by the way samkvæmt
nútíma eðlisfræði á ekki að vera hægt þá tekur þið 30 ára að komast þangað. Já, en sko, einmitt ljóshraði sko hvað rétt tæplega 300.000 metrar á sekúndu 300.000 kílómetrar á sekúndu. Nei, Jú, er það ekki metrar á sekúndu? nei, 300.000 kílómetrar. Ljóshraði. Ég held þurfum að láta tjekka á þessu sko Geturðu fact-checka þetta? að því að sko ef Lightspeed. við erum að tala sko kílómetra á klukkustund Já. að þá, þú veist, myndur vera að ferðast á yfir 1.000.000 kílómetra hraða. Já, þetta er bara eitthvað rugl. Já. Ljóshraði. Ég held að sé metrar á sekúndu. Dun. Metrar. 300.000. Já, 299.000 og eitthvað. Ok, þá er það komið á hreint. Einmitt. Ok, þá erum við að tala um hvað er það mikið á klukkstund. 1.000.000. Það er 1.000.000 kílómetrar á klukkstund. Já. Rétt rúmlega 1.000.000 kílómetra á klukkstund. Já, og þá er þetta reikn út í rauninni fjarlæð jarðar frá sólinni ef að sólageislar eru ég meina 8 mínútur á leiðinni frá sól til jarðar, eða ekki? Þú yrðir allavega, þú veist, stoppaður á sæbrautinni. Já, Á það er 1.000.000. alveg á hreinu, sko. Á 1.000.000. Já. En það sem gerist fyrir Bob Lazar, það er að Hann er böstaður. já, en sko það er aðdragandi að þessu. Þegar hann er, þegar hann byrjar þetta starf, þá skrifar hann undir alls konar pappíra og hann skrifar undir það, hann ætli ekki að segja konunni sinni frá neinu og yngum frá neinu og bara eitthvað trúnaða pappírar og hann gefur leyfi til þess að síminn sinn sé hleraður. Og þegar að þeir hlera símann, þá komast þeir að því að konan hans Bob Lazar er að halda fram hjá honum. Já. Og það er eitthvað svona vesen á heimilinu. Bob Lazar veit ekki af því og þeir eru eitthvað smeykir og þeir láta hann fara. Já, það var nú líka, það var meira. Já, svo kemur meira. Hann er með flight schedule-ið á test flights og það er á miðvikudögum. Þar er framkvæmt test, svona high active test flight eða svona pröfuflug á þessum flýildum. Þannig að hann fer að fara upp í einhverja fjallslíð með vinum sínum þannig sem þeir fara í raunin að horfa á þessi pröfuflug, þessara flýilda og það eru til myndbönd af þessu sem hægt er að finna líka á netinu. Hann tók upp eitthvað, bara gömlum vídeokamerum, þetta er til og þeir fara þarna 3 sinnum og þarna og hann og vinir hans og það er í 3. skiptið þá er hann böstaður. Já, þá var hann orðin bara eitthvað graður, bara mættu með bara húsbíl og bjórkassa. Já, algjörlega. Já. Og að ein sögn orðin svona svolítið kærulaus og farin að tala um það bara eitthvað að fara að brjótast þarna inn og stela einhverju náðu sig. Já, en veitu, það var ekki búið að reka hann þarna, var það? Jú, þarna var í rauninni búið að reka. Já. Og þarna var hann tekin í yfirherslu og þarna í rauninni spiluðu fyrir hann símtölin sem konan hans átti við ástmann sinn. Og hann náttúrulega bara líf hans svolítið spíralaði bara niður þarna og hann var orðinn mjög hræddur og það voru menn að fylgjast með honum og hann tók eftir því að það var verið að elta hann og eitthvað og það var út frá því sem hann í rauninni bara óttaðist líf sitt að hann hafði samband við George Knapp og George Knapp var þessi rannsóknarblaðamaður í Las Vegas sem var svolítið mikið í þessum málum og búin að vera IT síðan og hann braut þetta viðtal við Bob Lazar undir dunnefninu Dennis til að byrja með dökkt andlit. Það er mjög skemmtilegt að horfa á þetta er á YouTube þetta fyrsta viðtal það sem að fer yfir þetta en svo seinna meir kom hann þá bara fram undir nafni og í mynd. Já. Og saga hans hefur í rauninni ekki breyst en það sem gerist eftir þetta er að hann fær símtal eftir hann kemur fram það sem honum er sagt að líf hans muni aldrei verða samt aftur. Allar upplýsingar skólagöngu horfið, fæðingavottor horfið. Það er sama hvort það sé hringt í Los Alamos eða Caltech eða MIT, engin gögn hann, engin kannast við hann. Samt sem áður finna þeir nafnið hans í
svona in-house símaskrá Los Alamos á þeim árum sem hann sagðist hafa unnið þar og þetta er að finna líka, ég sé þetta það sem er bara, Robert Lazar og eitthvað símanúmer og þannig að þeir hafa kannski ekki náða að reynsa þetta alveg upp og en hann sem sagt í rauninni þetta er staðan en hann gaf það á einhvern tímapunkti ljós eða í skinn að hann hafi náð að taka með sér út af svæðinu lítið brot af stöðugu element 115 sem að hefur orðið til þess að FBI hefur gert húslitir heima hjá honum og meðal annars 2017 ef maður rétt einmitt það kom fram, það er sem sagt Jeremy Corbell er leikstjóri og er mikið í þessu og hann í rauninni lærimestari hans er Josh Knapp sem að talaði við Bob á sín tíma. Jeremy Corbell gerði heimildamynd Bob Lazar sem heitir held í Bob Lazar Area 51 and Flying Saucers. Mjög skemmtileg mynd. Og þegar þau voru að taka upp þessa mynd sem sagt árið 2017 þá voru þeir heima hjá Bob Lazar. Þetta er atriðin þegar hann teiknaði flíildið upp. Þessi teikningi sem ég er með heima. Já. En sem sagt á þeim degi þar sem þau voru í upptöku þá einmitt kemur FBI inn og þetta er sýnt í myndinni. Og þeir koma bara inn með heimild og þeir bara leita í húsin hans og eru að leita að einhverjum, vilja ekki gefa upp hvað þeir eru að leita en ég fletti þessu upp á Wikipedia og yfirlýsingin frá FBI var slík að þeir voru með heimild því hann var hluti af rannsókn í einhverjum morðmáli að það var kannski áallega að hann hefði sendt einhverjum morðingja eitthvað efni því talium nákvæmlega einmitt talium hann hefði sendt það eitthvað á milli fylkja og eitthvað svona og meðal annars hann var handtekinn tvisvar sinnum, hann hefur tvisvar sinnum verið handtekinn og sem sagt dæmdur á þessum tíma svona í seinni tíð og í fyrra skiptið fyrir að hafa keypt sér vændi og í annars skiptið þá sendan í rauninni einhver efni því hann er að díla við efni hann vinnur við það að búa til efnin og rannsóknarstofum og selur þau hingað og þangað og hann var sérst handtekinn og sektaður eða fór í samfélagsþjónustu fyrir að hafa í rauninni selt eitthvað efni og senda á milli fylkja og það átti vist að vera ólöglegt. En þetta er staðan með Bob Lazar og ég veit ekki meira hann hef ég í rauninni ekki að segja. Ég meina, gaurinn er allavega ennþá á lífi. Hann er ennþá á lífi, live and kicking. Já. En sko hann og Stephen Greer það er ekki, þetta er ennblega eitthvað svona pólitík í þessum heimi. Já, þeir einhvern veginn, þeir hafa ekki komið saman í viðtal eða bara, þú veist, hafa þeir bara yfir höfuð einhvern veginn viðurkennt tilvist hvers annars. Nei, og heldur ekki, sko, Stephen Greer og Luis Elizondo sem að, veist, virðist vera double agent. Við tölum hann í síðasta þetti. Hann og Chris Mellon, þeir lágu út þessu efni 2017 saman. Já. Allt eftir einhverju narratífi að virðist. En Luis Elizondo var einmitt spurður út í Stephen Greer í hlaðvarpsviðtali sem hlustaði á daginn og þá gerði hann bara mjög lítið úr því, þóttist ekkit kannast við hann, vissi ekkit hver þetta var og, veist, eins og þú vitir ekki hver Stephen Greer er ef þú ert í þessum heimi. Já. Ha? Nei, ég meina, ég veit hver hann er og ég er nú ekkit sérstaklega djúpt sokkinn, sko. Já, það eru margir sem myndu örugglega vilja meina annað, sko. Já. En að endurræsingunni miklu, svona í lokin. Já. Sem að er bara að fara að gerast hérna í vikunni. Já. Þetta eru orð frá honum Werner von Braun. Já, þeim mæta nasista. Hann var nasisti og þegar eftir að stríðinu lauk þá var hann var sérst eldflaugasérfræðingur og hann var sérst verkfræðingur og sviði flugvéla og loftför. Maðurinn á bak við VAF 2. Einmitt. Hann var sem sagt of mikið asset til þess að dæma segan nokkuð skapaðan hlut. Hann var bara tekinn og fenginn inn til bandaríska hersins og vann við að þjálfa eða sem sagt vann við að hanna og smíða eldflaugar.
þannig að við hannaði eitthvað bara eldflugina sem fór með fyrstu mennina Já, ég til meina tungsins. Ég reyndar að heyrða þetta kannski þessu ótengt, ég veit ekki hvort þú að sé það, ég deildi það á Facebook, Stanley Kubrick, myndband með honum, þar sem hann bara viðkennur að hafa leikstýrt og tekið þetta upp. Já, ég hef heyrt það. Þú voru eiginlega að skoða þetta, ég hef aldrei séð þetta áður. Ég deildi þessu á hann á Facebookinu. Já. En allavega, hann segir hérna, sem sagt árið 1977, rétt fyrir sinn dauða. Þetta er kannski ekki orðrétt, en hann segir hérna. Dóan 77? Já, það er samkvæmt því. Þannig að við vorum samtímamenn? Já, samtímamenn í 1 ár. Já. Sko, til þess að stjórna öllum þjóðum þarf djúpríkið ágreining. Hann sérst spáði fyrir 3 ágreiningum. Það er ágreiningur sem snúi að þetta er ágreiningur milli hins frjálsa heims og kommunisma, sem sagt kaldastriði. Seinni er sem sagt ágreiningur nummer 2 er sem sagt á milli hins vestrana heims og múslimalandana. Við þekkjum það. Gaza. Og svo kallar hann síðasta ágreiningin, hann kallar þetta loka spilið eða trompið. Það er sem sagt þegar þið neyðast þess að nota trompið því það er rauninni ekkert annað eftir og þetta eru hans orð sviðsett árás utan úr geimnum. Þetta er Werner von Braun að segja okkur hérna 1977. Þetta eru hans eigin orð. Já. En hvert er þú að fara með þetta, svona í lokin? Við erum stand-by. Já. Við drögum Mikael hérna inn í gifsinu ef við þurfum þess. Já. Við þarna, já, lítið mála smíða einn hjólastólaramp hérna, ef svo ber undir. Já, ef við ringjum í Halla. Já. Fáum hann til þess. Já. Bjóðum nú kannski viðtalvist. Já, við getum gert það. Nei, en ef við ekki bara málið að við erum stand-by, við erum núna búin að fara yfir sko, í þessum 2 þáttum erum við búin að fara yfir auðvitað nútíman síðustu 7 ár. Já. Við erum búin að taka við erum búin að taka 3 stór mál úr fortíðinni, en þú veist, það er endalaust að grafa lengra. Já, þannig að sko, það væri náttúrulega rosalega gaman að fá fá hérna reynslusögur. Klárlega. Já. Klárlega. Svona í millitíðinni sem að við hérna bara bíðum eftir leiktjöldin falli og sýningin hefjist. Já, við auglýsum hér með eftir reynslusögum. Það er að senda okkur í rauninni þessar reynslusögur annarkvæmt bara á nöfnin okkar beggja eða þess að á Messenger síðu undir þvottahúsið á Facebook. Við erum stand-by, það eru möguleg vika þar til að uppljósturinn á sér stað og við fylgjum skrant með. Já. Leið og hún kemur þá stökkum við inn. Já. Tökum næsta þátt. Já. En ekki? Já. Fyrir þau eitthvað sem vilja sem sagt fá tilkynningar í hvert skipti sem nýr þáttu kemur út, þá er þetta basic, subscribe. Já. Spotify, YouTube. Finnst þér eins og er eitthvað eftir hérna? Ekki í bili, ég held að þarna fólk eigi bara þarna horfa til heimins, skella sér í gufu. Já. Anda svolítið djúpt. Já. Bara róa taugakerfið. Taka þessi bætiefni. Já, taka þessi bætiefni einmitt. Veist, keir upp testan. Ég hækkaði testan 30%. Já. Ég maður segja það. Sér þetta, ég fór í blóðpröfur 30% á 3 árum. Já. Ashwagandha og Shilajit. Já. Og þetta liftingar. Já, einmitt. 30%, ég er 48 ára gamall. Og þú ert að sjá þetta hérna bara í kílónum á stönginni. Er það ekki? Jú, eftir ég fór að taka Shilajitið þá ég myndi segja eftir 1 viku þá er ég búin að auka þyngdir sem ég er að taka svona ég starf að bilnu 15-20%. Án jokes. Ég er ekki einu svona ígja þetta þótt ég sé ekki aðna á það. Ég er ekki að ígja. 15-20%? Jep. Það er miklu sterkari. Miklu sterkari. Já. Ashwagandha var að gera góða hluti en Shilajitið ertu að grínast. Já, af því að ég, tók eitt svona ashwagandha kúr
og ég einhvern veginn þarna, ég told ekki Nei, lengur sko, nei, sá ekki beinlínis einhvern svona brjálaðan árangur þarna á einhverjum 3 vikum. ég er búin að taka það stöðut í 4 ár. Já, Þetta er langklaup stundum. Þú þekkir langklaup, Arnór. já, Þetta tekur tíma. já, Sumt. En síletítið kom óvenjustertin. Ég hef aldrei tekið fæðubótarefni eða vítamín sem hefur haft svona ótrúlega sterk og snögg áhrif á mig. já, Það er þannig. já, ég þarf að fá mér svoleiðis. Þið fáið þetta inn á betri dagar Já, og þarna, já, þá held ég bara að við kveðjum að sinni. algjörlega. Með máttunum vera með ykkur. Horfið til heimins.